aðeins höfundarétt. Það nefnilega ekki alveg þannig að þó að hlutir sé til dæmis út á netinu, maður megi bara, það sé öruggt og maður megi nota hlutina. Því að sá sem býr hlutina til, tekur ljósmyndir, skrifar texta, kvikmyndir, tónlist, allt þetta, svona höfundaverk annara, þeirra eigin eign og þau mega ráða hvað þau nota og hverjum þau leyfa að nota og hvort þau þurfa að greiða fyrir það eða hvort þau megi nota það án þess að borga. Þetta merki sé í hring, það þýðir copyright eða höfundaréttur. Það þýðir að verkið bundið höfundarétti. Og það sem sagt einkaréttur hans, en hann má afsala sér því eða leyfa einhverjum að nota eitthvað án þess að greiða fyrir það, en hann má líka ætlast til að fólk borgi. Höfundaréttur á bókmennta- og listaverkum í 70 ár frá því að höfundurinn deyr. Þannig að ef höfundur 30 ár í dag og hann deyr þegar hann 70 ára, þá 40 ár þangað til og þá bætast 70 ár þangað þar ofan á, þannig að það 110 ár frá því að verkið verður til og þangað til að höfundarétturinn fellur niður. Hann getur samt alveg leyft notkun og ýmislegt þannig, en það erfingarnir sem að erfa höfundaréttinn eftir að þau eignast, eftir að höfundurinn deyr og það á erfingarnir eiga þetta þá í 70 ár. Þetta merkir sem sagt að með sé yfirstrikað þýðir að höfundurinn hefur fellt niður höfundaréttinn, sem sagt gefið hann frá sér, eða þá að hann hefur verið látinn í 70 ár og þá hefur höfundarétturinn fallið niður. Það til annað kerfi heldur en bara þetta sé og yfirstrikað sé, það kallað Creative Commons. Það þýðir að höfundar geta sett ákveðin réttindi á eða skilmála eða skilyrði fyrir því hvernig efni notað, hvort sem það myndir eða eitthvað annað. Og þau geta sem sagt gefið ákveðin tákn á þessa hluti og þá getur fólk nýtt verkin án þess að greiða fyrir þau. Fyrsta merkið mynd af persónu, það þýðir að þú verður, ef þú ætlar að nota til dæmis mynd eða hvað sem verður að geta höfundarins og verður að segja hver bjó til þetta verk sem verið að nota. Næsta merki yfirstrikað dollarmerki, það þýðir að það má nota það sem hinn á höfundarétturinn á, en það má ekki krefjast greiðslu fyrir það sem maður notar það í. Þriðja merkið sama sem merkið, það þýðir að má nota merkið, en það má ekki breyta því eða gera það hlut af öðrum verkum. Fjórða merkið hringur með eins og öfugu sé, eða getur líka verið í hring. Það þýðir að má breyta verkinu eða nota því önnur verk, en það verður líka að setja svona merki á. Það má ekki setja bara copyright á það verk. Það dálítið mikilvægt að gera sér grein fyrir því að ef maður tekur það sem maður á ekki, þá heitir það stuldur og þeir sem stela eru þjófar. Við viljum ekki vera þjófar í það. Þessar síður hér, þær eins og sérstaklega þessi commonswikimedia.org. Þar hægt að fá myndir, allskyns myndir, sem eru ekki svo mikið varðar höfundarétti. Flestallar leyfilegt að nota. Og inn á eins og Flickr og fleiri myndvefjum, þar hægt að fá myndir sem eru ekki varðar höfundarétti. Það hægt að leita líka þegar maður googlar, þá hægt að leita að myndum sem eru ekki varðar höfundarétti. Þannig að maður ætti alltaf að geta fundið myndir sem maður má nota og maður á ekki að þurfa að stela neinum myndum. Höfum við ekki lengra núna. Gangi ykkur vel.